Ímynd hjartasjúklingsins einhvern veginn svona, þybbinn karlmaður á miðjum aldri sem ekki hreyfir sig nóg og gætir ekki að mataræðinu. Þetta að hluta til skýringin á því að konur með hjartasjúkdóma eru oft greindar síðar en þyrfti. Þær eru sjálfar snillingar í að kenna vöðvabólgu allt, segir hjartalæknir, og heilbrigðisstarfsfólk verður að gæta sín á því að vera vakandi fyrir þessu möguleika. Go Red dagurinn verður haldinn í Perlunni á sunnudaginn og þá ætla hjartadrottningarnar, sem félagsskapur hjartveikra kvenna, að frumsýna heimasaumað tákn með þessa alþjóðlega átaks. Eldrauðan kjól úr óteljandi bútum. Kastljós forvitnaðist málið. Byrjaði bara með svona bakverkjum út í öxlina og ég fór til gigtarlæknis og ég fór til bæklunarlæknis og ég gekk svona í dálítinn tíma og varð alltaf slappari og svona máttfarin. Gat orðið varla farið á fætur. Svo vaknaði ég inn á nóttina og þá var þetta búið að vera svona mjög slæmi dagar á undan. Ég hafði reynt að ná í heimilislækni og það hafði ekki gengið. Ég fer á fætur og kemst í vinnu og næ í heimilislækni og kemst til hans 3 daginn. Við illan leika eiginlega bara kengbóin. Og hann hlusta mig og svo dettur honum í huga að setja mig í línurit. Þá kemur þetta bara ljós, það var 100% stífluæð. Og ég fór bara í vælbílnum niður á spítala og fór í hjartaþræðingu og fekk net og síðan fór ég aftur ári seinna og þá var tekið aftur og þá leit þetta bara mjög vel út, en þá var þetta eiginlega klárað það sem þurfti að skilja eftir af því að það var komið sár á hjartað og hjartað mjög illa farið af því að ég var náttúrulega búin að ganga svona og já, bara á engum dampi. It started out like a totally normal day. Okay, move objection deadline to the 3rd line after survey. Oh, honey, for when you always use the verb start. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Whew. Don't hit your brother. You have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. You sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here. Acai, my favorite. See you guys later. Wear your shoes. Put your shoes back on, please. You know, go help your sister. We're going in 3 minutes. Oh, my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. Voila. Shoes on, potty if you need it. Honey, get your sister. Okay, get your shoes. Nobody move. I'm getting a dustpan. Oh. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? Just gonna sit down. I'm totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Whoa. Okay. 9, 1, 1. Hi, sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Ég held að ég eiginlega verður bara staðfest það. Það er ekki bara upplifun mín, heldur til rannsóknir sem sýna það að læknar trúa því síður að konur fái kransæðasjúkdóm. En kransæðasjúkdómur hegðast sér stundum öðruvísi hjá konum heldur en körlum. Og ég held að oft á tíðum fari bæði sjúklingurinn og læknirinn í afnetum og hjálpi stað við að búa til einhverja aðra sögu sem skýri einkenni sjúklings. Þannig að það er svona hluti af þessu Go Red dæmi er ekki bara að vekja til vitundar konur og kalla sjálfsögðu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma heldur líka að minna heilbrigðisstarfsfólk. Þar með talið lækna á það að þetta er veruleiki að konur fá hjartaáföll. Við hjartadrottningarnar, við erum að
tókum okkur til og prjónuðum fullt af bútum, það kom upp og við erum að sauma bútan okkar saman hérna núna og ætlum að stilla upp fallegum rauðan kjól, heimaprjónuðum af okkur og vonandi verður hann bara mjög fallegur og svo verður þarna upp í Perlu dagskrá og hérna fyrirlestrar og fræðsla. Og verður hægt að bjóða inn? Nei, ég held að við ætlum bara að eiga hann.